Ráðherrar, Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður Vísinda- og tækniráðs, Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarráðherra, velkomnar og aðrir gestir sem hér eruð í sal ásamt þeim sem eru hér mætt og fylgjast með streymi. Það markmið Vísinda- og tækniráðs samkvæmt lögum að efla vísindarannsóknir, vísindamenntun, tækniþróun í landinu í því skyni að treysta stoðir íslenskrar menningar og auka samkeppnishæfni atvinnulífsins. Rannís, Rannsóknarmiðstöð Íslands, hluti af framkvæmdararminum og heyrir undir menntamálaráðuneytið og með verkefni fyrir ýmis önnur ráðuneyti, en hlutverkið að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Það mikið talað hvata þessa dagana í stjórnmálaumræðunni og það hægt að segja að starfsemi sem að Rannís stendur fyrir með rekstri sjóða og annarra verkefna séu hvatar til þess að til vísindarannsókna, vísindamenntunar, tækniþróunar, nýsköpunar, frumkvöðlastarfs, vaxtarsprota og svo framvegis alþjóðlegt samstarf á sviði menntunar og menningar ef því skipta jafnframt. Við rekum auk þess skattívilnanir eða verkefni sem beinast að skattívilnunum sem eru hvataverkefni. Stjórnarsáttmáli þeirrar ríkisstjórnar sem að nú gengur til kosninga innihélt óvenju oft orðin rannsóknir og nýsköpun. Og það þýddi það að við sem höfum verið lengi í þessu að okkur fundust vera þarna vísbendingar að það væru á þessu sviði vísbendingar betri tíma. Og það því tækifæri núna til þess að fara yfir hvað vel hefur tekist í því sambandi og auk þess að líta til framtíðar með nýrri stefnu Vísinda- og tækniráðs. Nú hér í lokin munum við afhenda hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs. Það að ræða viðurkenningu til ungs vísindamanns sem snemma á ferlinum þykir skara fram úr og skapar væntingar framlag til vísindastarfs og treystir mannlíf í landinu. Dagskráin því að Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarráðherra setur þingið. Síðan mun Katrín Jakobsdóttir kynna nýja stefnu Vísinda- og tækniráðs ásamt Ragnhildi Helgadóttur sem nýráðin rektor Háskólans í Reykjavík, til hamingju með það. En hún formaður vísindanefndar Vísinda- og tækniráðs. Þar kynna þetta undir yfirskriftinni árangur í rannsóknum og nýsköpun til framtíðar sem setning sem að kemur fram í stefnunni. Síðan mun Kristján Leósson, formaður dómnefndar hvatningarverðlauna, gera grein fyrir starfi nefndarinnar og Katrín Jakobsdóttir, formaður ráðsins, mun síðan afhenda verðlaunin í lok fundarins. Það verður ekki kynnt hér á milli atriða þannig að ég óska eftir því að þið komi hér bara hvert af öðru, en ég vil þá að þessu sögðu bjóða Lilju Alfreðsdóttir velkomna til að setja þingið. Gjörðu svo vel. Forsætisráðherra, forstöðumaður Rannís og aðrir góðir gestir. Það mér sönn ánægja að opna rannsóknarþing 2021 sem að þessu sinni beri yfirskriftina árangur í rannsóknum og nýsköpun til framtíðar. Og mun undir þeim hatti meðal annars vera kynnt vísinda- og tæknistefna frá árinu 2020 til ársins 2022. Eitt af því sem þar lögð áhersla á, líkt og í stefnunni sem á undan fór, hvernig öflugir samkeppnissjóðir og góð fjármögnun vísinda- og nýsköpunarstarfs leika lykilhlutverk í uppbyggingu trausts hagkerfis til framtíðar. Að styrkja fjármögnun bæði háskóla og samkeppnissjóða hefur einmitt verið eitt helsta áhersluatriði þessarar ríkisstjórnar í vísindamálum. Það okkar trú að öflugt vísindastarf sé grunnurinn að hagvexti sem byggir á traustum stoðum hugvits og nýsköpunar. Skýrt dæmi mikilvægi sterkrar fjármögnunar vísinda og nýsköpunar má sjá í því hvernig ríkisfjármögnun hefur verið markvisst beint
til þess að milda áfallið af yfirstandandi heimsfaraldri, meðal annars með auknum stuðningi við rannsóknir og skattalega ívilnun til þess að örva fjárfestingu. Þannig var til dæmis á árunum 2020 og 2021 tekin ákvörðun að auka veglega fjárveitingar til Nýsköpunarsjóðs námsmanna en sjóðurinn greiðir 3 mánaða laun til nemenda þar sem áherslan lögð á þjálfun í frumkvöðlamennsku og nýsköpun í samstarfi við háskóla, stofnanir og fyrirtæki. Markmið stjórnvalda með þessari aukningu var að sporna gegn atvinnuleysi og efla nýsköpun meðal ungs fólks á tímum heimsfaraldurs þegar sumarstörf fyrir námsmenn voru á skornum skammti vegna samdráttar í atvinnulífinu. Með þessari einu aðgerð tryggðu stjórnvöld laun námsmanna sem samsvarar 2600 mannmánuði og lögðu grunn að ótalmörgum rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum sem munu vaxa og þróast á næstu árum, samfélaginu öllu til heilla. Þótt framlög til samkeppnissjóða vísinda og nýsköpunarmála hafi einnig verið aukin tímabundi til að sporna gegn niðursveiflu í efnahagslífinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar var styrking sjóðanna og háskólakerfisins alls á stefnuskrá stjórnvalda allt frá kosningum, eins og fram kom hjá forstöðumanni Rannís að það var óvenju oft minnst á rannsóknir í þessum stjórnarsáttmála og tel ég að ríkisstjórnin hafi sannarlega staðið við þau fyrirheit sem voru í þeim stjórnarsáttmála. Og okkur hefur tekist að stórauka fjárframlög í báða þessa málaflokka svo sem var lagt upp í 2 síðustu stefnum vísinda- og tækniráðs. Öflugir samkeppnissjóðir eru forsenda fyrir árangri í rannsóknum og nýsköpun. Innlendu samkeppnissjóðirnir styðja við unga jafnt sem reyndari vísindamenn og grundvöllur sóknar vísindamanna á Íslandi í erlenda sjóði og möguleika vísindamanna á að vera í fararbroddi á alþjóðavettvangi. Með eldri fjármögnun háskólana byggjum við svo þessum vísindamönnum alþjóðlega samkeppnishæft umhverfi þar sem þeir geta þrifist og dafnað. Nú að hefjast tímabil nýrrar samstarfsáætlunar Evrópusambandsins sem í gildi til ársins 2027. Á nýju tímabili gert ráð fyrir umtalsverðri hækkun framlaga til eldri áætlana sem Ísland hefur tekið þátt í. Auk þess til koma nýjar áætlanir, einkum vegna aukinnar áherslu á mikilvægi samstarfs á sviði sjálfbærni í loftslags- og umhverfismálum og stafrænnar tækni. Ávinningur af þátttöku íslenskra vísindamanna í samstarfsáætlunum hefur verið mikill hingað til og hefur skilað sér ekki einungis í beinum og óbeinum styrkjum heldur einnig í auknum alþjóðlegum tengslum og bættri samkeppnishæfni. Áður en ég stíg úr pontu vil ég sérstaklega minnast á verkefni sem lengi hefur verið í undirbúningi og lokið var nú við á vormánuðum útgáfum fyrsta íslenska vegvísis rannsóknarinnviði. Í vegvísinum eru tilgreindir viðamiklir innviðir og innviðakjarnar sem uppfylla kröfur að styðja við gæði í rannsóknum á Íslandi og samræmast áherslum vísinda- og tækniráðs. Með því að skilgreina slíka kjarna og huga að uppbyggingu til framtíðar markmiðið að sækja fram og auka nýtingu og áhrif þeirra rannsóknarinnviða sem byggðir eru upp hér á landi. Ég vil þakka öllum hlutaðeigandi fyrir undirbúning þingsins og segi rannsóknarþing 2021 sett. Menntamálaráðherra, kæru gestir, það gleður mig mjög að fá að vera með ykkur hér í dag á rannsóknarþingi 2021 og fá að afhenda hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs hér á eftir. Fyrst ætla ég að fjalla stuttlega hins vegar nýja vísinda- og tæknistefnu sem gildir frá árinu 2020 til 2022. En áður en ég fer í það þá langar mig að nefna, bara því að Hallgrímur kom inn á það áðan að í stjórnarsáttmálanum var sérstaklega mikið fjallað rannsóknir og nýsköpun. Og ég tel að við höfum staðið við það sem við lögðum af stað með þá, þar að segja að auka verulega framlög, bæði til grunnrannsókna, þróunar og nýsköpunar í gegnum grunnsjóðina, í gegnum fjármögnun háskóla
og líka í gegnum ýmiss konar hvata eins og endurgreiðslur á rannsókna- og þróunarkostnaði. Og ég satt nú á þingi Samtaka iðnaðarins í gær þar sem einmitt var farið yfir það hvernig þessi geiri sem við köllum stundum þekkingargeira eða hugverkageira hefur verið að vaxa og ég ekki í nokkrum vafa að það vegna stefnumótunar stjórnvalda, stefnumótunar sem má kannski alveg rekja aftur til ársins 2009 þegar fyrstu lögin stuðning við nýsköpunarfyrirtæki eru sett, en hefur að vísu ekki kannski alveg með samfelldum hætti verið rekin síðan með þeim hætti að við höfum verið að efla opinberan stuðning við þennan geira. Og það skiptir máli og það skilar sér meðal annars líka í aukinni einkafjárfestingu á þessu sviði, það skilar sér í aukinni verðmætasköpun í öllum geirum og það skilar sér í fjölbreyttara efnahagslífi. Og fyrir lítið hagkerfi eins og Ísland þá skiptir þetta höfumáli að við séum með fjölbreyttari stoðir sem efla áfallaþol samfélagsins. Lykilatriðið hins vegar að minni hálfu alltaf inn í þetta að við getum ekki bara stutt við nýsköpunarhlutann. Grunnrannsóknirnar þurfa alltaf að vera þar jafnsettar. Þar oft verið að rannsaka eitthvað sem fólk segir við sjáum ekki hina augljósu hagkvæmni í þessu, við sjáum ekki hina augljósu verðmætasköpun í þessu, en þar þurfum við að hafa það leiðarljós að meiri þekking skapa meiri verðmæti, jafnvel þó við sjáum það ekki alveg strax og verðmætin ekki alltaf efnahagsleg, en þau eru tvímælalaust alltaf samfélagsleg líka. Og þess vegna segi ég við eigum að halda áfram þeirri stefnu, að láta þetta haldast hönd í hönd, horfa á grunnrannsóknirnar og vísindin annars vegar og þróun og nýsköpun hins vegar. En hvað varðar vísinda- og tæknistefnu, þá liggur mikil og góð vinna að baki þessari stefnu sem hófst með hugarflugsfundi í lok 2019. Og það sem við höfum töluvert mikið rætt á vettvangi vísinda- og tækniráðs í raun og veru hvernig vísindin hafa stimplað sig inn með afgerandi hætti í baráttunni við stærstu áskoranir samtímans. Þau gerðu það sjálfsögðu í heimsfaraldrinum sem við erum búin að standa í núna í 1,5 ár og þar held ég að gæfa okkar Íslendinga hafa verið einmitt það öfluga vísinda- og fagfólk sem við eigum á ólíkum stöðum í samfélaginu, það mikla samtal sem þetta vísinda- og fagfólk hefur átt við þjóðina sem skiptir alveg ótrúlega miklu máli fyrir okkur sem samfélag og hvernig við höfum tekist á við faraldurinn. En eins hefur það skipt máli að stjórnmálin hafa átt gott samstarf við vísindin og við höfum fylgt þeirra leiðbeiningum. Og ég segi það var farsæl ákvörðun og ég vil sjá fleiri slíkar ákvarðanir og nærtækt dæmi auðvitað loftslagsváin sem stærsta samfélagslega áskorunin sem við stöndum frammi fyrir, þar sem vísindin tala einum rómi og það skiptir máli einmitt að við eigum að byggja allar okkar aðgerðir þar á gögnum og rannsóknum, vera reiðubúin að segja að við þurfum að endurskoða okkar aðgerðir, við þurfum að endurskoða það sem við erum að gera, af því nú erum við með ný gögn og nýja þekkingu sem segir okkur það að við þurfum að gera hlutina öðruvísi. Og þetta stundum erfitt fyrir okkur í stjórnmálum, því það ætlast til þess að við höfum öll svör og vitum alltaf nákvæmlega afsakið hvernig eigi að leiða málin til lykta, en það held ég styrkur stjórnmálamanna á þeirri öld sem við lifum að geta nákvæmlega nálgast málin svona, verið reiðubúin að viðurkenna við höfum ekki öll svör, en við erum tilbúin að gera okkar best í að afla þeirra og fylgja bestu gögnum til að taka góðar ákvarðanir fyrir samfélagið allt. Nú önnur samfélagslega áskorun þetta tæknibyltingin sem við stöndum í og minnir okkur á að þar skiptir máli að við séum vakandi á öllum vígstöðum, ekki bara í því sem viðkemur þekkingu og rannsóknum og tækninni sjálfri, heldur líka hvernig við umgöngumst tæknina, hvernig við bara sem venjulegt fólk umgöngumst tæknina í okkar lífi og munum að tæknin ekki eitthvað hlutlaust apparat, tæknin hönnuð af fólki sem hefur ákveðin viðhorf og það var einmitt á vísinda- og tækniráðsfundi því það það sem hlutirnir gerast í samfélaginu, veit ég að það vita það nú kannski ekki alveg allir en við vitum það sem erum svo heppin að fá að sitja þar. En mér fannst það stórkostlegt þegar til okkar kom fyrirlesari sem googlaði orðið human og þá kom í ljós að þá birtist bara mynd af Donald Trump. Af því tæknin ekki hlutlaus. Tæknin segir okkur það að human hvítur miðaldra kall og Bandaríkjaforseti í ofanálag. Og þá vitum við það að ef geimverunar googla human þá vitum við hvað þær fá út úr því. Þetta segir okkur það að við þurfum að rannsaka tæknina út frá ólíkum sjónarhornum. Þetta snýst nefnilega ekki bara það að geta stýrt tækninni og hannað tæknina, heldur líka þurfum að skilja hana og vera meðvituð það að ef við ætlum að tryggja
réttlát umskipti í þessu sem öðru, þá þurfum við að gera okkur öll færum að takast á við tæknina í okkar daglega lífi og það vitum við nú öll sem erum komin á miðjan aldur og eigum erfitt með að kveikja á sjónvarpi, hvað þá meira, enda þarf 3 fjarstýringar í það í nútímanum og spyr ég þá stundum heima hjá mér, eru þetta nú framfarinnar? En það þarf að efla rannsóknir og nýsköpun til lengri tíma og við höfum auðvitað verið að setja inn tímabundin framlög vegna heimsfaraldurs. Það er okkar markmið að halda því áfram, það er að segja að gera þau framlög varanleg því við vitum að öflugt vistkerfi nýsköpunar og rannsókna verður ekki til á einni nóttu. Það þarf líka að styrkja grundvöll menntakerfisins eins og mennta- og menningarmálaráðherra fór hér yfir og það skiptir máli að þar geti við öll fundið okkur menntun við hæfi og þar þurfum við að horfa til þess að menntakerfi geti tekist á líka við þessar miklu samfélagsbreytingar sem við stöndum í og ég nefni sérstaklega framhaldsfræðsluna í því samhengi því við vitum það að breytingarnar sem eru að verða eru svo hraðar að það skiptir sérstaklega máli að við horfum til þeirra sem hafa lokið sínu formlega námi, hvernig þeir geta nýtt tækifærin í framhaldsfræðslunni til þess að finna ný tækifæri og gera eitthvað nýtt og takast á við ekki bara fjarstýringarnar heldur allt hitt sem við þurfum að kunna í nútímanum. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra hjá mér en hún Ragnhildur Helgadóttir ætlar nú sem hefur verið formaður vísindanefndar ætlar að taka hér við og ljúka fara yfir þessa stefnumótunarvinnu. Forsætisráðherra, menntamálaráðherra, aðrir góðir gestir. Það er óskaplega skemmtilegt að fá að vera með í að móta stefnu Vísinda- og tækniráðs vegna þess að ég hef sjaldan setið fundi þar sem spurningin er jafn skýrt hvað getur hið opinbera gert og hvað leggur þessi geiri til að sé gert til þess að Ísland verði eftirsóttur búsetustaður fyrir ekki bara fólk sem er að klára menntun sína núna, heldur börnin okkar og eldra fólk. Og börnin okkar og fólk sem að klárar menntun síðar. Hvað gerum við til að tryggja að þróunin hér á landi verði sambærileg við það besta sem gerist annars staðar. Þetta er svona grundvallar hugsunin og svo er unnið með þetta. Og það sem við höfum verið ansi stolt af með stefnuna sem var samþykkt á Vísinda- og tækniráðsfundi núna fyrir ári er að við náðum í aðdraganda hennar kannski að sameina betur sýn á rannsóknir og nýsköpun og tengja það þéttar heldur en verið hafði. Hvort sig er gríðarlega mikilvægt en samspilið er algjör lykilþáttur. Ég ætlaði, ef ég má, að fá að hlaupa yfir helstu aðgerðirnar og segja ykkur aðeins frá þeim. Þetta verður í mjög stuttu máli. Þá fyrstu hefur þegar verið minnst á tvisvar, en það er einmitt efling samkeppnissjóða. Ástæðan fyrir því er, eins og nefnt var, að þeir eru forsenda fyrir árangri, þar með talið á alþjóðavísu. Það er vitað að öflugt rannsókna- og nýsköpunarstarf byggist á alþjóðasamstarfi. Til þess að það alþjóðasamstarf geti átt sér stað og við komum sterk inn í það, þarf ákveðin þekkingagrunn en það þarf líka sterka innlenda sjóði. Þetta hefur gengið bara mjög myndarlega eftir. Og það er sérstaklega talað um það þarna, það þurfi að efla markáætlun og gera hana sveigjanlegri þannig að hún nýtist betur og það er sérstaklega fjallað innviðasjóð líka. Ég held nú kannski að það sé svona að messa yfir kirkjukórnum að fara mikið meira í eflingu samkeppnissjóða í þessu félagi, í þessum félagsskap skulum við segja. Næsta aðgerð númer 2 er að gera úttekt á skatta- og styrkjakerfi rannsókna og nýsköpunar. Þá erum við einmitt að koma að því að átta okkur á því sem allra best, hvað er það sem virkar? Hvaða þættir eru árangsríkastir og þarna hefur meðal annars verið horft mjög mikið til skattafrádráttar eins og hér var minnst á áðan. Þriðja er að auka gæði í háskólastarfi og efla fjármögnun háskólana.
Þetta byggði á þeirri grundvallarhugmynd að háskólar séu undirstaða þekkingardrifinnar nýsköpunar og svo hreinlega vegna þess að þeir eru lífsnauðsyn bæði menningunni og lýðræðislegri umræðu. Þannig að það var samstaða þetta. Þetta hins vegar hrikalega flókið mál vegna þess að efla gæði ekki einslíkt. Gæðaumræðan mikil sig og flókin og eins eru fjármálin flókin. Þessu hefur hins vegar miðað vel líka. OECD meðaltali nú náð og það unnið markvisst að því að skilgreina og svona bera saman kerfin á Íslandi og Norðurlöndum þannig að hægt verða nálgast það að fjármögnunin sé sambærileg hér við það sem gerist á Norðurlöndum. Eins hefur verið unnið heilmikil vinna í nýju reiknilíkani. Fjórða aðgerðin að einfalda umsóknarferli atvinnuleyfi frá fólki utan EES til þess að sé hægt að fá sterkt fólk til starfa. Sú fimmta að efla færni á vinnumarkaði og til þess að gera færnisspá. Það þarf að gera hæfnistefnu og svo þarf að samstilla þannig að við eflum menntun í þeirri hæfni sem að vantar. Þetta lykilatriði út af breytingum á samfélagi og þó að miðaldra lögfræðingar eins og ég fórni höndum og segi vitið það að við vitum ekkert hvað við komum til með að þurfa, þá þetta samt upplýsingar sem við þurfum að vinna. Sjötta opinn aðgangur að gögnum, bæði rannsóknargögnum og að það verði notuð meiri gögn í þágu nýsköpunar og sjöunda aðgerðin að unnið verði sérstakt mælaborð nýsköpunar. En það þáttur af því að við vitum hvað að virka og það sé hægt að draga fram hvernig hlutirnir eru. Þá komum við að aðgerðum sem tengjast samfélagslegum áskorunum, en þær voru skilgreindar í fyrsta sinn í víðu samráði árið 2018. Og sú skilgreining á að fara út þetta ár, en svo komið að þeirri vinnu aftur. Og þær áherslur eða þær áskoranir sem þá voru skilgreindar umhverfismál og sjálfbærni, heilsa og velferð og líf og störf í heimi breytinga eins og áður var vikið að. Það samkvæmt stefnunni að auka fjárfestingu í rannsóknum og nýsköpun á þessum sviðum og því teiknaðar upp aðgerðirnar að efla miðlun vísinda, að efla rannsóknir og nýsköpun í umhverfismálum og rannsóknir og nýsköpun á heilbrigðissviði. Þetta svona fljóta yfirferðin yfir þessa stefnu. Mér finnst rétt vegna þess fólks, Ragnheiðar tækninefndarformanns og annarra sem hafa leitt þessa vinnu ásamt mér og ráðinu öllu, að geta þess að skipunartími þeirra sem nú sitja í vísinda- og tækniráði rennur út áramót. Við satt að segja bara mjög stolt af þessari stefnu sem samþykkt fyrir ári og var verið að kynna. Við afskaplega stolt af því að hafa innleitt aðferðafræðina með það að horfa til samfélagslegra áskorana og síðast en ekki síst af því svona samtali og þeirri heildarmynd milli rannsókna og nýsköpunar sem við teljum að sé málaflokknum til góða. Að þessu ekki sjálfshóli heldur hóli til þeirra sem hafa unnið vinnuna loknu það gleði og ánægja að fá að kynna til sögulega Kristján Leósson sem formaður dómnefndar. Hvatningarverðlauna. Fyrir það, Ragnhildur. Ég ekki allir búin að segja hvað þeir eru glaðir að fá að vera hérna í dag. Ég nú glaðastur af öllum af því að ég hef skemmtilegasta hlutverkið að taka þátt í þessu afhendingu hvatningarverðlaunanna. Þannig að það nú að þakka forsætisráðherra og menntamálaráðherra sérstaklega fyrir að mæta hér alltaf árvist sirka og bjóða verðlaunahafana líka velkomna og aðra gesti. Vísinda- og tækniráð veitir árlega hin svokölluðu hvatningarverðlaun
sem eru ein veigamestu verðlaun sem veitt eru á Íslandi fyrir vísindastörf. Þau hafa verið veitt frá árinu 1987 og eru fyrri verðlaunahafar nú orðnir 35 talsins. Dómnefnd verðlaunanna var að venju skipuð einstaklingum úr hópi fyrir handhafa hvatningarverðlaunanna og vil ég nota tækifærið og þakka nefndarmönnum fyrir vel unnin störf. Það var kallað eftir tilnefningum til hvatningarverðlauna síðast árið 2020 og áætlað var að þau yrðu afhent síðasta haust, en vegna ytri aðstæðna í samfélaginu sem þið kannist við var þó fallið frá því að halda rannsóknarþing haustið 2020 og engin hvatningarverðlaun voru afhent á því ári. Fyrr á þessu ári óskaði Rannís eftir því að dómnefnd tæki afstöðu til þess hvort ástæða væri til þess í staðinn að veita 2 verðlaun á árinu 2021 og var dómnefnd eindregið á þeirri skoðun. Og í samráði við Rannís og menntamálaráðuneyti var ákveðið að valdir yrðu 2 verðlaunahafar úr hópi þeirra sem tilnefndir voru á árinu 2020 út frá þeim gögnum sem fylgdu tilnefningunum. Við mat á tilnefningum til hvatningarverðlauna dómnefnd uppálagt að taka tillit til námsferils viðkomandi, sjálfstæðis, frumleika og árangurs í vísindastörfum að loknu námi, ritsmíða, einkalega alþjóðasamstarfs og annarri vísbendinga líklegan árangur af störfum viðkomandi í framtíðinni. Sérstaklega er litið til brautryðjendastarfs, faglegs framlags á vinnustað og miðlunar þekkingar til íslensks samfélags. Almennt miðað við það að verðlaunahafinn sé ekki eldri en 40 ára, en þó tekið tillit til tafa sem kunna hafa orðið á ferli viðkomandi vegna umönnunar barna og einnig hefur nú Rannís gefið vilyrði fyrir því að í nánustu framtíð verði tekið tillit til þess þegar aldursmörkin eru skoðuð að ekki hafi verið kallað eftir nýjum tilnefningum á árinu 2021. Allt það unga vísindafólk sem tilnefnt var hefur sýnt afburða árangur hvert á sínu sviði og það ljóst að það mikið af þróttmiklu afburða vísindafólki starfandi á hinum ýmsu fræðasviðum í íslensku vísindasamfélagi. Og vil ég nota tækifæri núna til að hvetja alla innan vísindasamfélagsins til að taka sér tíma þegar eftir því kallað til að tilnefna unga vísindamenn sem þykja hafa skarað fram úr á sínu sviði og skapa væntingar framlag í vísindastarfi treysti stoðir mannlífs á Íslandi, svo vitnað sé í starfsreglur nefndarinnar. Eins og Katrín kom inn að þá má nú líklega segja að sjaldan hafi almenningur á Íslandi rætt jafn mikið vísindi og undanfarna mánuði og ekki bara nýgengi og smitstuðla og mRNA heldur innskot og óróapúlsa og þenslumælingar og krabbameinsskimanir og félagsfræði íþrótta og grunnstoðir réttarkerfisins, svo eitthvað sé nefnt. Til viðbótar við þess hina sífellt meira knýjandi umræðu koltvísýringsígildi, sýrustig sjávar og líffræðilega fjölbreytni. Og það ljóst að í þessum heimi þörfin fyrir öflugt og drífandi vísindafólk sem jafnframt getur miðlað á þekkingu sinni til almennings, hún hefur sjaldan verið meiri. Og það fagnaðarefni að stjórnvöld sýni í verki viljan til að halda merki vísindanna á lofti með veitingu hvatningarverðlauna til ungra vísindamanna. Og ég vil því biðja forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur að koma hér og tilkynna okkur hverjir verða handhafar hvatningarverðlauna Vísinda- og tækniráðs fyrir árið 2021 og gera grein fyrir rökstuðningi dómnefndar. Takk fyrir. Takk Kristján. Og þetta auðvitað ánægjulegasta verkefni á þessum fundi, það að fá að tilkynna niðurstöðu dómnefndar sem Kristján fór yfir hér áðan val á handhöfum hvatningarverðlaunanna árið 2021. Og það eru sem sagt 2 verðlaunahafar þetta ár, hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs hljóti í þetta sinn, Dr. Martin Ingi Sigurðsson og Dr. Erna Sif Arnardóttir. Martin Ingi prófessor í svæfinga- og gjörgæslulækningum við Háskóla Íslands og yfirlæknir á sama sviði við Landspítala. Hann fæddur árið 1982 og lauk stúdentsprófi sem dúx frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 2002. Að loknu stúdentsprófi hóf Martin Ingi nám í verkfræði og lauk þar einu ári áður en hann skipti yfir í læknisfræði. Samhliða læknanáminu lagði hann stund á doktorsnám og varði hann doktorsritgerð sína árið 2011.
Titill doktorsverkefnisins var lífupplýsingafræðileg og sameindalíffræðileg greining á eiginleikum DNA metílunar í erfðamengi mannsins. Martin flutti til Bandaríkjanna árið 2012 og sérhæfði sig í svæfingalækningum við læknadeild Harvard-háskóla og í kjölfarið lauk hann undirsérhæfingu í gjörgæslulækningum og svæfingum í hjarta- og lungnaskurðaðgerðir við Duke-háskóla í Norður-Karólínu. Hann tók við starfi prófessors við Háskóla Íslands árið 2019 samhliða stöðu yfirlæknis á svæfinga- og gjörgæsludeild Landspítala. Martin Ingi hefur verið mjög virkur í rannsóknum hérlendis og erlendis undanfarin 15 ár. Hann hefur starfað með mörgum rannsóknarhópum innan Háskóla Íslands, Landspítala og Íslenskrar erfðagreiningar, auk þátttöku í rannsóknarsamstarfi með vísindamönnum frá Harvard og Duke. Hann hefur leiðbeint meistara og doktorsnemum auk þess að sitja í fjölda doktorsnemnda. Martin var valinn ungur vísindamaður Landspítala árið 2011 en hann hefur einnig hlotið viðurkenningu fyrir framlag sitt á alþjóðlegum vísindaráðstefnum. Hann hlaut nýsköpunarverðlaun forseta Íslands sem ungur læknanemi árið 2007 og nemandi undir hans handleiðslu hlaut sömu verðlaun árið 2020. Þá hlaut hann kennsluverðlaun félags læknanema fyrir kennslu árið 2020-21 fyrir framúrskarandi metnað og jákvæðni við kennslu læknanema. Ég ætlaði nú bara að fá Martininn upp núna og leyfa honum að standa hérna meðan ég fyrir yfir hinn verðlaunahafan, þannig er það ekki bara best að við gerum það þannig? Mér var ekki sagt hvernig þetta ætti að vera. Til hamingju, við gerum það svona og gjörðu þessu vel og er það rétt? Nei, það er ekki rétt. Og þá er það Erna Sif Arnardóttir, lektor við verkfræði og tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík og forstöðumaður Svefnseturs Háskólans í Reykjavík. Erna er fædd 1981 og lauk hún stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Hamrahlíð árið 2000. Hún útskrifaðist með BS-gráðu í sameindalíffræði frá Háskóla Íslands árið 2005, meistaragráðu í líf- og læknavísindum árið 2007 og varði doktorsverkefni sitt í líf- og læknavísindum frá Háskóla Íslands árið 2013. Titill doktorsverkefnisins var Neikvæðar afleiðingar kæfisvefns, breytileg einkenni og lífmerki eftir einstaklingum, en það var að hluta samið við Pennsylvania háskóla í Bandaríkjunum. Árið 2014 hlaut Erna Sif viðurkenningu sem sérfræðingur í svefnrannsóknum frá Evrópska svefnrannsóknarfélaginu. Hún var formaður hins íslenska svefnrannsóknarfélags frá 2011 til 2021 og situr nú í stjórn Evrópska svefnfélagsins. Erna Sif stofnaði einnig samtök ungra vísindamanna við Evrópska svefnfélagi árið 2014 og hefur setið í skipulagsnefndum fjölda alþjóðlegra svefnrannsóknarþinga. Frá því hún varði doktorsverkefni sitt hefur Erna Sif verið leiðandi vísindamaður á sviði svefnrannsókna hér á landi, meðal annars sem nýdoktor og æjont við læknadeild HÍ, sem forstöðu náttúrufræðingur við svefndeild til Landspítala, sem klínískur ráðgjafi hjá fyrirtækinu Nox Medical og sem rannsóknarsérfræðingur við verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Árið 2020 sett hún á fót þverfaglegt svefnrannsóknarsetur við HR sem hún veitir forstöðu. Erna Sif leiðir jafnframt rannsókna- og þróunarverkefnið Svefnbyltingin sem hlaut 2,5 milljarðs króna styrk frá rammaáætlun ESB á árinu 2020. Það er einn hæsti styrkur sem hefur verið veittur til vísindarannsókna hérlendis. Verkefnið er þverfaglegt og að því koma hátt í 40 samstarfsaðilar í háskólum, heilbrigðisstofnunum og fyrirtækjum. Erna Sif hefur áður hlotið fjölda viðurkenninga fyrir störf sín á sviði svefnrannsókna. Hún var valin ungur vísindamaður Landspítala árið 2009, hlaut hvatningarstyrk úr vísindasjóði Landspítala árið 2011, auk viðurkenninga fyrir framlag sitt á alþjóðlegum vettvangi þar sem hún meðal annars ítrekað haldið boðsfyrirlestra á alþjóðlegum ráðstefnum. Hún hefur hlotið fjölda rannsóknarstyrkja meðal annars frá Rannsóknarsjóði, Innviðasjóði, NIH í Bandaríkjunum og Nordforsk, embætti landlæknis og heilbrigðisráðuneytinu. Hún hefur verið virk í miðlun vísindarannsókna til almennings með þátttöku í málþingum, greinaskrifum, fjölmiðlaviðtölum og fyrirlestrum, leiðbeint fjölda meistara og doktorsnema, kennt námskeið svefn, lífeðlisfræði og vísindalega aðferðafræði á grunn- og framhaldsstigi háskóla. Ég ætla að fá að segja hér lokaorð dómnefndar. Erna Sif og Martin Ingi eru hvort sig meðhöfundar tuga vísindagreina sem hafa safnað þúsundum tilvitnana.
Það mat dómnefndar að Erna Sif og Martin Ingi séu framúrskarandi ungir vísindamenn og brautryðjendur sem hafa unnið ötulega miðlun sína vísinda, jafnt innan fræðasamfélagsins sem utan. Þið eru verðugir handhafar hvatningarverðlauna vísinda og tækniráðs fyrir árin 2020 og 2021. Til hamingju. Okkur langaði báðum að fá að segja nokkur orð til að þakka fyrir okkur. Kæri forsætisráðherra, kæri menntamálaráðherra, vísinda- og tækniráð og aðrir góðir gestir. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikill heiður að fá að taka við svona verðlaunum. Það er í öllu þessu fjölbreytta og flotta hópi vísindamanna sem er á Íslandi að fá slík verðlaun og maður líka mikilvægt að muna að maður gerir þetta ekki einn. Þetta er svona eins og að ala upp barn það þarf þorp og til þess að gera góða vísindavinnu þá þurfum við þorp af mjög góðu fólki. Og ég er mjög heppin að búa í slíku þorpi. Þannig að ég voni bara að þið sofið vel í nótt og takk fyrir mig. Forsætisráðherra, menningarráðherra og aðrir góðir gestir. Ég vildi bara sömuleiðis þakka alveg kærlega fyrir mig. Þetta er einstakur heiður. Þegar maður horfir á listan yfir þessa 35 verðlaunahafa og sér svo Ernu þar ekki hérna í salnum, þá veit maður að það er ærin áskorun að standa undir þessum heiðri sem okkur hefur verið sýndur í dag og maður veit að fólki sem hér hefur staðið undan okkur hefur haldið áfram að framleiða ofboðslega góð vísindi. Þannig að við stöndum vonandi undir honum og ég hef haft ofboðslega mikið af góðum handleiðurum og fyrirmyndum og verið ofboðslega heppinn með samstarfsmenn gegnum tíðina og ég er bara afskaplega þakklátur þeim öllum og sömuleiðis fjölskyldu minni og sérstaklega eiginkonu minni Önnu Björnsdóttur og þakka ykkur kærlega fyrir. Svona til að loka þessu langar mig til að segja nokkur orð og byrja á því að óska þeim tveimur til hamingju með að vera í þessum glæsilega hópi verðlaunahafa sem eru núna orðin 37 eins og fram hefur komið. Nú ég vil þakka dómnefndinni alveg sérstaklega fyrir þeirra störf til þess að ganga frá þessu vali og náttúrulega ráðherrum sömuleiðis. Að ég byrjaði á að tala hvata hérna í upphafi að því að við erum að umsýsla hvata í starf okkar og þá bara vil ég taka alveg sérstaklega fram og það er í samræmi við stjórnarsáttmála svo að ég vísum til þess. Sjóðirnir hafa stórhækkað. Þessi tveir sjóðir og auka innviðasjóðs hafa stórhækkað á þessu tímabili og að sjálfsögðu erum við mjög glöð með það. Sömuleiðis hafa hvatar til fyrirtækja aukist enn meira. Þar er aukninga milli ára úr 5 milljörðum í rauninni í áætlaða 10 milljarða greidda út í ár sem er mikil innspýting. Nú við erum í þessum kosningaham sem að samfélagið er nú að ganga inn í mynda á það að þessi svokallaða fjórða stoð hugverkaiðnaðurinn er orðin þá 16% af útflutningstekjum og það munar minna og mjög mikilvægt innlegg til þessa hóp sem að við erum að þjóna í þessu starfi. En mér langar líka til þess að nefna hér í lokin að, og kannski í tilefni af þessum góða árangri Ernu Sifjar varðandi alþjóðlegan styrk, 2,5 milljarður mikið af peningum sem að eru sóttir í þetta verkefni sem hún stýrir í stórum hópi, alþjóðlegum hópi að sjálfsögðu með gott fólk með sér. Vísinda- og tækniráð segir í stefnunni að það sé mjög mikilvægt að umgjörð á Íslandi sé alþjóðlega samkeppnishæf
og að við tökum þátt í alþjóðlegu rannsókna- og nýsköpunarstarfi og það höfum við svo sannarlega gert. Á þessum 7 árum sem að rammaáætlun Evrópusambandsins sem heitir Horizon 2020 hefur verið við lýði og ég veit það þó að við freistumst oft til þess að það mikilvæga þekkingin og reynslan sem við sækjum til samstarfsaðila. En svo erum við með pólitíkusa hérna og þá þarf eitthvað viðskiptajafnvægi og ég ætla að geta þess að við höfum greitt inn í þessa áætlun á undanförnum 7 árum og ég verð að tala í evrum vegna þess að gengið nú svona eins og það 8-10 milljón evrur. En við höfum fengið tilbaka í styrki til íslensks vísindasamfélags 143,5 milljónir evra. Það eru þarna tæpir 10 milljarðar sem við fáum svona í bónus í þessu skilningi vegna þess að þetta er ekki nákvæmlega það sem við tökum ekki nákvæmlega út það sem við leggjum inn. Það er árangurinn og gæði umsóknina sem skipta máli og við erum þar að sýna okkur og sanna að rannsóknarumhverfið, nýsköpunarumhverfið hér boðlegt af alþjóðlegum mælikvarða og sé það vel. En þetta er líka hvatning til þess að standa okkur vel í næstu áætlun, Horizon Europe sem stendur frá árinu 2020 til 2027. Þar aðildargjaldið orðið 136 milljónir evra sem svona svipað við fengum í styrk þannig að við þurfum að gera ennþá betur á næsta tímabili ef við ætlum að sýna svipaðan árangur. En það mikilvæga að okkur gengur vel þarna og þetta svona þessi alþjóðlegu mælikvarði sem að mig langar til nefna. Ísland í 7. sæti meðal Evrópuþjóða þegar skoðuð eru framlög sem hluta af vergri landsframleiðslu til rannsókna- og þróunarstarfs. Ég held að það sé mjög líklegt að þegar árið 2000 og 2001 verða skoðuð að það kom í ljós að við erum stödd meðal fremstu þjóða hvað þetta varðar, hvað var það hlutfall til rannsókna- og þróunarstarfs og það kemur ekki óvart þó við næðum þessum 3% sem hafa nú verið svona markmið allflestra þjóða til margra ára að ná í umfangi rannsókna- og þróunarstarfs innan hvers lands fyrir sig. Þannig að það er mjög jákvætt sem hefur gerst og vonandi náum við að halda áfram á þeirri braut á komandi árum. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna, fyrir góð tímamörk að standast þau vegna þess að ég veit að fólk hér upptekið að fara að vara fundi og ég segi fundi slitið. Takk fyrir.